Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 30. mars er 4. sunnudagur í föstu. Þema dagsins er brauð lífsins. Í lexíunni segir að Guð hafi gert mönnum ljóst á eyðimerkurgöngunni að maðurinn lifi ekki á brauði einu saman. Í pistlinu skrifar Páll að Guð hafi með Jesú veitt okkur aðgang að þeirri náð sem við lifum í. Og í Guðspjallinu mettar Jesús 5.000 með 5 brauðum og 2 fiskum. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem úr Jóhannesi 7. kafla. Eftir þetta fór Jesús yfir Galileu vatn eða Tíberías vatn. Mikill fjöldi manna fylgdi honum því þeir sáu þau tákn sem hann gerði á sjúku fólki. Þá fór Jesús upp á fjallið og settist þar niður með lærisveinum sínum. Þetta var laust fyrir páskahátíð gyðinga. Jesús leit upp og sá að mikill mannfjöldi kom til hans. Hann segir þá við Filippus, hvar eigum við að kaupa brauð svo þessir menn fái mat? En þetta sagði hann til að reyna hann því hann vissi sjálfur hvað hann ætlaði að gera. Filippus svaraði honum, brauð fyrir 200 denara nægðu ekki svo hver fengi lítið eitt. Annar lærisveinn hans, Andrés, bróðir Símonar Péturs, segir þá við hann, hér er piltur sem með 5 byggbrauð og 2 fiska, en hvað er það handa svona mörgum? Jesús sagði láti fólkið setjast niður. Þarna var mikið gras. Menn settust nú niður 5.000 karlmenn að tölu. Nú tók Jesús brauðin, gerði þakkir og skipti þeim út til þeirra sem þar sátu og eins af fiskunum, svo mikið sem þeir vildu. Þegar fólkið var orðið mett, segir Jesús við lærisveina sína, safnið saman leifunum svo ekkert spillist. Þeir söfnuðu þeim saman og fylltu 12 körfur af leifum byggbrauðanna 5, sem afgengu hjá þeim neitt höfðu. Þegar menn sáu táknið sem hann gerði, sögðu þeir, þessi maður er sannarlega spámaðurinn sem koma skal í heiminn. Jesús vissi nú að þeir myndu koma og taka hann með valdi til að gera hann að konungi og vék því aftur upp til fjallsins einn síns liðs. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins er brauð lífsins fyrir ykkur. Í lexíunni stendur að Guð hafi leitt lýðinn frá Egyptalandi út í eyðimörkina. Ferðin að fyrirheitna landinu tók 40 ár og Guð hélt lífinu í þeim allan þann tíma með brauði. Við getum borðað brauð með öllum mat, en eitt og sér í lengri tíma fannst mönnum leiðigjarnt. Þeim fannst það einhæft og þeir mögluðu. Þá þakti Guð búðirnar með lynghænum. Brauðið eða manninn var samt sem áður aðalfæða þeirra í eyðimörkinni og textinn segir að þetta hafi Guð gagngert gert til þess að gera lýðnum ljóst að maðurinn lifi ekki á einu saman brauði, heldur hverju því sem framgengur af munni drottins. Brauðið varð að táknmynd fyrir andlega fæðu, framreidda af Guði og með Guðs hjálp var það nægilega næringaríkt til þess að halda lífi. Jesús notaði síðan þá samlíkingu að hann sé brauð lífsins.
Hann sjálfur brauðið. Í þeirri merkingu að við þurfum að trúa því að hann sé sonur Guðs og hafi verið sendur til okkar með nýjan sáttmála. Boðskapurinn sem gekk fram af munni hans andlegt brauð sem gefur þeim sem borða það taka við honum, eilíft líf. Guð hafði gefið lýðnum í eyðimörkinni manna, brauð af himni. Það brauð var aðeins tímabundin saðning. Því segir Jesús, ég hið lifandi brauð sem steig niður af himni. Hver sem etur af þessu brauði mun lifa að eilífu. Jesús talaði í dæmisögum og myndmáli sem margir áttu erfitt með að skilja. Þegar hann var að kenna þarna í Kapernaum, þráttuðu menn og sögðu, hvernig getur þessi maður gefið okkur líkama sinn að eta? Þá sagði Jesús við þá, sannlega, sannlega segi ég ykkur, ef þið etið ekki hold mannsonarins og drekki blóð hans, þá ekki líf í ykkur. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Hold mitt sönn fæða og blóð mitt sannur drykkur. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt í mér og ég í honum. Þegar Jesús gaf líf sitt á krossinum, þjónaði líkami hans sama hlutverki og fæða fyrir okkur. Brauð eilífs lífs og vínið hinn sanni drykkur. Sá sem hefur innbyrt boðskapinn og drukkið í sig kenningar hans, mun lifa að eilífu. Boðskapurinn ekki fæða sem skila sér í gegnum okkur, heldur hann fæða sem tekur sér sess í hjörtum okkar. Fæða sem verður að staðfastri trú, fæða fyrir sálina. Því að sálin það eina sem fylgir okkur yfir í eilífa lífið. Í Guðspjallinu mettar Jesús 5.000 manns með 5 byggbrauðum og 2 fiskum og leifarnar fylltu 12 körfur. Þessi frásögn full af táknmáli. Byggbrauð voru brauð fátækamannsins og án Jesú við fátæk. En með honum margfaldast blessanir hans og fylla margar körfur. Guð með okkur alla 5 virkadaga vikunar og líka þessa 2 helgar. Og blessun hans varir alla 12 mánuði ársins. Með Guði mun okkur ekkert skorta og brauð lífsins mun fylgja okkur inn í ríki hans. En þar munum við borða ávextina af lífsins tré. Með Guði í lífi okkar við örugg, við erum frelsuð frá eilífum dauða. Í pistlunum skrifar Páll að fyrir trúna séum við réttlætt og höfum frið við Guð. Fyrir trúna hefur Guð veitt okkur aðgang að náð sinni og vegna þessa fyrirheits eigum við þá von og vonin bregst okkur ekki. Því að kærleikur Guðs hefur streymt inn í hjörtu okkar með heilugum anda sem okkur gefinn. Því fagna kristnir menn og við tölum boðskapinn sem fagnaðar erindi. Enda sagði engillinn á Bethlehemsvöllum, sjá, ég boð ykkur mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur sem Kristur drottinn í borg Davíðs. Boðskapurinn veitir slíka von að jafnvel í þrengingum, það í áföllum lífsins, halda menn fast í vonina. Því vonin bregst ekki heldur veitir þolgæði á erfiðum stundum. Í lexíunni stendur að Guð hafi ekki aðeins leitt fólki út í eyðimörkina til að frelsa það undan þrælkun Fáraós,
heldur einnig til þess að reyna það og fá það til að snúa aftur til sín. Svæðið sem hann leiddi fólkið yfir var snautt, eyðimörk og engan mat að fá eða vatn til drykkjar. Á engum öðrum stað var eins augljóst fyrir fólkið að allur þessi fjöldi gæti ekki lifað án þess að treysta á Guð. Treysta að Guð myndi fyrir öllu sjá til að þau kæmust af. Við vitum hvað við erum fastheldin á það sem við erum alin upp við. Það verða ekki verulega breytingar nema með kynslóðaskiptum. Og á þessum 40 árum í eyðimörkinni óx upp ný kynslóð. Því við lesum í Jósúabók, í 40 ár gengu Ísraelsmenn eyðimörkina uns þjóðin öll var dáin. Þess vegna segir Jesús að til þess að komast í ríki Guðs þurfum við að fæðast að nýju, verða eins og börn. Við þurfum að taka við boðskapnum eins og hann og án þess að blanda honum við fyrri þekkingu okkar á trúnni eða blanda við kenningar frá öðrum trúarbrögðum. Brauð eilífs lífs sem Jesús gefur okkur var ekki gert fyrir hann, heldur okkur. Því Jesús bað Guð að taka þennan kaleik frá sér ef það væri hægt að frelsa okkur á annan hátt. En þetta var eina leiðin. Svo Jesús gaf líf sitt sem brauð og vín fyrir okkur. Og eina leiðin fyrir okkur til að frelsast að þiggja þessa máltíð. Þiggja þessa fórn með því að innbyrða boðskapinn sem heilagan sannleika og trúa því að þannig verðum við systkini Jesú og börn Guðs. Það gefur okkur hlutdeild í ríki Guðs, gerur okkur að lögerfingjum með rétt til að búa þar eilífð. Ef þetta svona einfalt, hvers vegna notaði Jesús þá myndmál sem mönnum hryllti við, að borða líkama hans og drekka blóð hans? Það erfitt að svara því nema með hans eigin orðum. Hann sagði: þess vegna tala ég til þeirra í dæmisögum, að sjáandi sjái þeir ekki og heyrandi heyra þau ekki, né skilja. Dæmisögur hafa þann kost að menn geta ráðið hvort og hvernig þeir vilja skilja þær. Og Jesús vissi að leiðtogar gyðinga vildu ekki breytingar. Þeir vildu halda sig við lögmálið og taumhaldið sem þeir höfðu á fólkinu í gegnum það. Þeir vildu ekki missa völdin og sáu ekki að þeir gátu haldið áfram að vera leiðtogar fólksins, leiðtogar hins nýja boðskapar, og þeir gátu leitt fólki til Guðs með trúnni á son hans, Jesú Krist, brauð lífsins, sem var framreitt fyrir okkur. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni, amen.